Góðir gestir, verið velkomin á árshátíð 1. til 6. bekkjar Varmárhlíðarskóla árið 2015. Nú verður sýnt leikritið Allt í plati eftir Þröst Guðbjarnarson og leikstjóri er Helga Rós Sigfúsdóttir. Við viljum þakka öllum kærlega fyrir sem hafa hjálpað til búninga og leikmanni. Þegar leikritið er búið er gestum boðið upp á kaffi og kökur í skólanum. Ég vil biðja gesti vinsamlega að stökkva á farsímum, þá getum við byrjað. Góða skemmtun.
Ingilína Ólafía Concordia Krúsidúlla Eiríksdóttir Langsokkur og einmitt alltaf kölluð Lína Langsokkur. Og ég heiti líka Ingilína Ólafía Concordia Krúsidúlla Eiríksdóttir Langsokkur og einmitt líka alltaf kölluð Lína Langsokkur. Erum við allar ein og sama persón? Bíddu, hvernig stendur eiginlega á því? Nú man ég allt í einu hvað ég að gera hérna. Já, og þið greinilega líka. Já, og þið. Ég minn eini hvað ég orðin gleymin. Já, þó að sagan á okkur sé eldri en ég vil vera sjálf, þá ég ekki orðin svo gömul að ég sé farin að kalka. Hættu þessum mali og útskýrið þetta fyrir okkur. Við erum jú allar líka Langsokkur og höfundur okkar heitir Astrid Lindgren. Pabbi negrakóngur og mamma engill af himnum. Ég á 2 vini, Önnu og Tomma, og bý á Sjónarhóli. Við erum mættar hér til að sýna ykkur leikrit og það sko ekkert venjulegt leikrit. Já. Þú þurfti nú ekki að vera með svona langa kynninga á okkur. Lína Langsokkur orðin svo fræga allir þekkja hana. En já, ég get sagt ykkur frá þessu leikriti. Þetta draumur okkar að rætast. Við erum orðnar enn kraftmeiri og frakkari eftir að við erum eldri og þroskaðri og í talnókjum þegar við erum orðnar 3. Þá getur allt gerst. Við ætlum sem sagt að galda hingað til okkar uppáhalds fígur og persónur hinum og þessum sögum og leikritum og búa til einn allsherra hrærigraut þessu öllu saman. Það verkar spennandi, því það ykkur. Jæja, þá bara best að fara að vinda ofan af sér og skella sér í djammið. Sko, hér ég með glerkúlu sem ég fann í frumskóginum í Kongó. Það hafði einhver galdrakerling týnt þar og þar sem ég nú frægur gripasafnari þá tók ég þær í mína vörslu. Jæja, þá þurfum við bara að koma okkur fyrir í þægilegri stellingu og þá getum við byrjað að galdra. Sko, þetta flott. Jæja, þá byrjum við. 1, 5, 8 miljón. Allar saman. Allar Bataría, Fransía, Hóka Póka, Coca-Cola, Biskví, Oddali, Hopp og hí og trallali.
engan aðan. Ægið, þegiðu nú gamla skar og skriftu mig kaffir á mig. Ég vil síðan þurfa að taka á þér. Það aldrei eins gott bragð af mörnu kjöti. Æ, elsku Mikki minn, leiðu mér að minnsta kosti fram bænirnar mínar fyrst. Nei, ekki bænarrugl. Mér er illt og missi matarlystina. Jæja þá, leggstu jörðina svo ég geti skriðið upp í þig. Og músaguð, músavinur mestir, bjargar þú með músaguð og þetta kætti. Já! Heyrðu góður, hvað heldur þú að þú sért að gera? Ætlarðu virkilega að éta uppáhaldsmúsina mína? Hver er þú? Hver er þú? Hefur þú aldrei séð mannvöru áður eða hvað? Jú, en ekki svona, með svona skrítið hár og svona lespur í andlitinu. Gári þetta frá honum, mömmu minni og klessi frá honum pappa mínum sem er næra gangur en ég efast að þú hafir eitthvað frá foreldrum þínum svona svika refur eins og þú. Heyrðu góð, verður þú ekki að skipta þér á þessu? Já, verður ekki að villast eitthvað? Ég meina að ég hef í einhverju allt öðru leikriti eða? Ó nei, það var ég sem kallaði á ykkur hingað. Ha? Nú til hvers? Nú, til að vera mér og öðrum til skemmtunar. Nú já, bara svoleiðis. Það er ekkert að óttast þig. Ég meina, það er ekki að refsa mig fyrir að brjóta vegina Martins. Mér finnst þetta bara svo fárleitt fyrir nefið. Ég bara get ekkert annað en brotið þau. Já, það er erfitt að vera heiðarlegir í þessum heimi, en Mikki, eigum við ekki bara að vera vinir? Ég meina, ég er grattar eins og þú og tekur upp á ymsu skrýtnu og móðgaf fullt af frændum og frændum út allan heim. Já, sko, ég ætlaði nú ekkert að éta lilla mann eða ömmu. Ég bara stríða þeim smá eins. Eru þær góðar, þessar kukur? Það þessar? Já, það er hreint sælgæti. Nammi. Ég fékk að fá bakari hérna í nágranninu, en hann sagðist þetta hérastupu bakari. Jú, láttu mig kannast við hann. Nískupúki og kreppjólóður. Smakka? Já, endilega. Aha, en ekki fyrir en þú lofar að láta Lilla
miklu betri kúsi en Bubbi Morthens. Ég er sko alveg með það á tæru. Æjæ, þessar hlutur nú Mikka setja sko eyrun á mér á skorðum. Þau detta fram af, skothörun laus. Mér var nær að setja þetta sögt út í piparkökurnar. Það var nú bara til að hrekja næst. Hann er svo vitlaus að hann hélt að ég hefði fengið einhverja férstu bakara. Ó nei, ég klístraði þeim saman sjálf. Það er einhver að kalla á mig. Nei, en ég er svo sem ekkert á móti því að hitta ykkur. Þið þurfum ekkert að vera hræddir við mig. Ég er bara óska venjuleg mannvera. Já, við Nei! vanlega umgangast mannur. Það er svo vond lykt af þér. Nei, það er sko ekki vond lykt af mér. Enda spreyjar mig með dýrafeiti og hverjum degi og ég tala hann og gem þig í ferðast til halsaskóð. Jæja, ég var þá hægt að treysta þér. Jáhá, sem ég heiti Ingilína Ólafía Konkordía Knúsindóra Einarsdóttir Lásdóttir. Það getur tekið hendina mér upp að það að ég ger ykkur ekkert illt. Jæja þá, sagði gleði hér og sögur bakarum. Og ég stubbu litið bak. Já, það var nú gaman að rekast á ykkur. Ha, ég rekast á okkur. Rekast á okkur. Já, ég meina hitt ykkur. Já, svoleiðis. Já, svoleiðis. Jæja þá, vinir mínir, hvað hefur nú ykkar daga drifið? Hefur hann Mikki refur alveg látið ykkur í friði síðan við gáum hann þarna og pipruðu piparkökurnar? Já, það má nú segja það. Já, fyrir utan einu sinna hann nagaði skottið á stund. Já, hann nartaði skott af mig. En ég tók bara á mótunum og þreifi skott af hann í stæð og stengdi honum niður í næsta lag og það flaut hann eins og belgur. Þetta er nú ekki alveg satt frá þér. Jú, víst. Sérðu, þetta er hann. Nú já, það er best fyrir okkur að það koma okkur heim í öruggt skjól. Nei, þetta er allt í lagi. Hann vaknar ekki strax. Ég sá til þess að hann sefur í nokkra tíma viðbót. En svona áður en ég skil alveg við ykkur, þá langaði mig til að læra hennar skemmtilega piparkökusöng svo ég geti raulað hann fyrir sjálfa mig næst þegar ég baka piparkökur. Já, það er mér sjálfsagt að kenna þér hann. En það er þess að bakar reynir kenni þér hann. Því hann er að læra að kenna hann öðrum. Því ekkert viss að ég er alltaf hér. Jáhá, það var nokkuð gamall. En söngurinn er alltaf síkildum. Og hann er svona. Þegar piparkökubakar skulum gera mæn. Fyrst að öllu steikjarbátin, 1 kílóbakar. Bræðir yfir þetta smjör, næsta sumarkjöru, verður að taka á þeirri síðu og sjáum við það eitthvað mín. Stopp! Ekki að læra þetta nú ég. Það er kílósykur, ekki teskeið. Já, ég kann hann alveg, það er bara Mikki refur sem truflaði mig. Hann ríkur svo hátt. Jæja, haltu það áfram. Sjáum við það heiti mín. Þegar öllu þessi er lokið stakast 8 eggjarröður sem það eru kílókveitir og hræri pottið við. Síðan á að setja þetta aðeins bara kílópipar. Stopp! Þetta er ekki rétt hjá þér. Ef þetta er að kenna til söngin vitlaust, þá er þú aldrei bauð bakum og ég falli þá góðinu. Allt í lagi, minnstu. Ég kann hann alveg. Það var bara Mikki refur sem truflaði mig. Ég fól hann ekki í náðan. Ég er hræddur við hann. Þennan aumingja. En söngurinn er ekki búinn, er það? Nei, ekki alveg, bakar ekki gengur. Svona nú gamla þegar þú fer nú, ég jækna þetta. Já, minnstæði. Þegar hennar eina litla teskeið pipar, svo er að hnoða í degið og breiða þessu út á 4 og þá er það búinn. Jæja, þá held ég að ég sé búin að ná þessu. Ég er nú ekki lengi að tróða þessu í kollin á mér. En ef þið syngja neitt saman? Jú, við skulum gera það. Jú, skulum gera það. Bræðið yfir
vísur fyrir hann Mikka ref. En það líka fleiri sem gera Mikki refu. Hlusti, heyri það sem ég heyri. Uss, eigum við ekki að skoða þessa gauðra svolítið nánar. Sjá hvernig þeim líður núna. Svangir bræður sitja hér, sælan löngu liðin er. Karíus. Já, Baktusbróðir, hvað er það nú? Heyrðu bróðir, manstu hvað erum búin að vera hérna lengi? Marga daga. Og hvað eru það margir dagar? Það veit ég ekki. Nú, hver veit það þá? Ég kann ekki að telja frekar en þú, en af hverju að spyrja þessu? Ég var bara að hugsa hvað við getum lifað lengi án þess að fá að borða. Já, svoleiðis. En við vorum samt heppnir að komast á þessa spýtu sem flaut á sjónum og bara svo hingað eftir að Jens hafði eitthvað niður sportdressið. Já, ég hafði að bíta í tunguna á honum. Það er ekki dýrt neitt. Hann hlusta ekki á okkur, hann hlusta bara á mömmu sína og tannlækninn. Ég hefði samt átt að bíta í tunguna á honum. Þá hefði hann orðið máhaltur og enginn getað skilið hann. Hann hefði bara getað sagt mamma og pamma minn. Skammast þín, Baktusbróðir, og hættu nú þessari heimsku. Já, Karíus, en ég er bara svo svangur að ég er að deyja. Ekki ertu einn það. Já, nú er ég bara aldeilis forviða og bit. Ekki átti ég vona á mér tækist að galdra þessa gaura hingað. En eitthvað verð ég að gera fyrir þá, er það ekki? Ekki get ég látið þá deyja hér úr sulti. En fyrst ætla ég að veiða þá í fiðrildanetti mig og sjá svo til hvort ég finn ekki einhvern munn fyrir þá með skemmtar tennur, svo þeir sálist nú ekki alveg úr húfi. Ég ætla bara að ballega að þeim svo þeir styggist ekki. Karíus bróðir, sérðu það sem ég sé? Hvað nú? Ó, ég er hræddur. Þetta er tröllkona. Ha? Jú, hún þarf með okkur. Hleyptu bröð, faldu þig! Ó, þeir sluppu. Hvað var þá? Sjáðu þið þá? Faldu þig! Jæja, þarna náði ég ykkur. Sleppt okkur, druslæn! Já, sleppt okkur, ekkert gert þér. Svona. Verið alveg rólegir. Ég ætla ekki að gera ykkur neitt mein. Sjáu þið, krakkar. Hver og vill og verður. Perlangar í Karíus og Baktus. Sjáu þið bara fullt af munnum og góðar tennur til að höggva í. En það langar bara engan í ykkur. Sko, ég ætlaði bara að gera ykkur gott og bjarga ykkur um mat. En krakkarnir vilja ykkur ekki. Ekki get ég ráðist á það og tróðið ykkur upp í munnin á þeim. Jú, víst. Við skulum lofa að meiða ekki. Þegiðu, Baktusbróðir, og láttu mig tala. Já, Karíus, hvaða ráð hefur þú? Já, ég var að hugsa, úr því að þú ert með okkur í hendi þinni og vilt gera okkur eitthvað gott, það datt með sinni hug, hvort ég var ekki sama að leyfa okkur að stinga smáes úr tönnunum þínum. Ég meina, við búum til enga nýjar holur eða meiði eða neitt svoleiðis. Já, þú ert aldeilis frakkur þykir mér. Ég er bara alveg orðlaus. Húrra, Karíus, þú ert alveg frábær og ég get ekki beðið eftir að byrja að höggva aftur og... Þegiðu, Baktusbróðir, og talaðu ekki að þér. Hún er ekki búin að segja já. Nei, ég er ekki búin að segja já. Ég þarf að hugsa mig um. Nú er völdu að ráða. En bíðið nú við. Fyrst ætla ég að athuga hvað ég er með margar skemmtar. Látum okkur nú sjá. Það er þessi og þessi hérna, þessi 5 og þessi 8 og 1705 og en 180 og milljón. Nei. Hvers konar munn ertu það með? Milljón tennur? Við ættum að hafa nóg að starfa. Nei. Vá, Karíus, við höfum aldeilis komist í felt. Nei, það er kannski ekki alveg milljón. Ég nefnilega get ekki lært að telja rétt. Tölur eru bara allt og flókið mál fyrir mig og fjölskyldunartaflan
Jæja, það skiptir ykkur máli. Við þurfum bara mat og það strax. Ég er alveg að geispa golunni. Trótt okkur upp í framtíðina þegar núna er svo skot en ég bít í handina. Heyrðu góði, enga frekju. Nei, ég ætla sko ekki að setja ykkur upp í munnin á mér. Því ég treysti ykkur ekki. Þeir eru svona hrekkjusvín og í hrekkjusvíns kjafti eigið þið heima. Ha, hvað var ég að segja? Ó, Lína, þú ert alveg milljón. Að mér skildi ekki hafa dottið þetta í hug fyrr. Auðvitað eigið þið heima í kjaftinu á Mikka Ref. Ha? Refskjafti? Ó já, Karius, það hlýtur að vera nóg að starfa. Ó bróðir, okkur er bargið! Já, nú skal sko Reppi fá að kenna á því eftir allar múffurnar. Já, það er sko rétt hjá þér. Og hérna, ég skelli ykkur inn leið og hann opna munnin. Sko, nú opnar hann og inn með ykkur. Húrra! Jæja, krakkar, þetta var nú flott hjá mér. Nú fær Mikki sko aldeilis tannpínu þegar hann vaknar. Það er sko bara gott á hann. En þar sem þið getur nú verið alveg öruggum að Karius og Baktus kom ekki til ykkar á næstunni, því þeir hafa sko nóg að gera hjá honum Mikka. Já, ég er að hugsa að skreppa á bakvið og fá mér eins og nokkra bolla af sterku kaffi, nokkra rjómatertur og fleira. Við sjáum svo eftir. Jæja, þá erum við komin á leynistaðan okkar aftur. Það versta Mikki skuli vera búinn að finna, en við færum okkur bara upp í tréð. Þarna er Mikki okkur ekki. Þið refir kunni ekki að klifra í trjám. En hvað var þessari skrýtnu mannveru sem bjargaði mér á það? Mér þykir það voðalega leitt að ég náði ekki að þakka henni fyrir lífgjöfina. Hjartaði mér rann bara alla leið niður í tær. Og ég þurfti svo byssubrotur heim leið og Mikki sleppti mér. Ó, fyrirgefið krakkar mínir hvað ég kem seint. En ég mátti til að klára allt á veisluborðinu. Það tók því ekki að skilja neitt eftir. Halló, þú þarna? Já, var einhver að kalla? Já, það var bara ég. Nei, ert þú þarna Lilli Klöfumús? Ég bjóst ekki við að sjá þig leik. Þú var svo fljótur í burtu áðan að ég náði ekki einu sinni að kynna mig. Nei, en ég hélt nú satt að segja að þetta væri nú bara mitt síðasta í þessu lífi. Því Mikki náði glefsaði baki á mér, svo hjartaði mér rann bara alla leið niður í tær. Já, hann er nú ljóti gaurinn á Mikki. Hér er ég og ég heiti Ingilína Ólafía Concordia Krúsítúla Eiríksdóttir Langsokkur og kölluð Lína Langsokkur. Lilli Klöfumús hér og þakkaði kærlega fyrir lífgjöfina áðan. Uss, blessaður vertu, það var nú lítið. Mín var ánægð. Og ef það er eitthvað sem ég get gert fyrir þig, þá er bara að nefna það. Því að mig hefur lengi langað til að hitta þig. Því að við erum víst keppinautar. Við erum langt vinsælustu sögu- og leikpersónur hjá öllum börnum út allan heim. Já, Lilli, finnst þér það ekki skemmtilegt? Já, ég veit nú lítið það, því ég hef aldrei ferðast neitt að ráði og hef alltaf átt heima hérna í Hálsaskóginum. Nei, þú ert ekki svona flöttu kind eins og ég. En nú veistu þetta og þú getur alveg montað þig á því að það er engin önnur eins söngvamús til í allri veröldinni. Ég ætla að hana enginn sem kemst með tærna þar sem þú hefur hælana. Já, ég syngna þetta mest fyrir sjálfa mig, en hef þó stundum gaman að ég að syngja fyrir aðra. Sérstaklega þegar ég fæ kökubita fyrir. Já, hver veit nema ég hafi geymt smá bita fyrir þig. En þá verður þú líka að syngja fyrir mig vísurnar um hann Mikka Ref. Já, en ég vona að ég sé ekki búin að gleyma þér. Það er orðið svo langt síðan að ég hef sungið. En ef ég man rétt, þá eru þær svona.
En bíddu bara góða, ég bíða skal þín hér. Svo tautar hann við sjálfan sig, þú síðsta leikinn átt. Æ, fallega fatti rúllan ræ, hún bröltir niður brátt. En Mikki mátti bíða og músin lengu kveið. Þú heyra skalt hvað skeði hjá Skröggur vikan leið. Þá hungrið alveg ærðan og enga veitti ró. Æ, fallega fatti rúllan ræ, hann datt koll og dó. Bravo! Bravo! Hvaða hávaða gargar þetta? Það er aldrei svefnfriður í þessum skógi. Karíus, hann er vaknaður. Já, hvaða læti er þetta? Ég er ennþá svo saddur að ég get ekki hreyft mig. Jú, við verðum að hrekkja hann pínulítið. Hver var að tala? Á, hvað er að gerast? Heyrður í honum? Já, hann sagði, æ, ó, mikið er þetta sárt. Og hvað er hann að gera núna? Hann æðir allt eins og brjáluð skepna, en hlustaði núna, ég ætla að höggva hans meira. Hvað er að gerast? Það er eins og einhver sé að tala upp í mér og hugga í tennurnar mínar. Ég er alveg viss að þetta sé allt þessi ljótu rauðhærðu Lönnu að kenna. Hún skal ekki fá að kenna á þig. Ég skal ekki hakka hana í kindabjúgu. Hvað er það? Nei, skóginn á enda það til að finna hana. Já, hérna, ég hef aldrei séð hann svona brjálaðan áður. Teppilínan skyldi ekki hafa fundið þig. Uss, ég hefði nú ekki verið í vandræðum með hann. Já, Háliði minn, ég er sko sterkasta kona í heimi. Ég hefði bara tekið hann og krumpað honum saman og hent honum á haugana. En þar sem ég vildi nú leyfa honum að þjást aðeins lengur, þá ætla ég bara að leyfa honum að hlaupa nokkra hringi í kringum skóginn og leita að mér. Hann hefur bara gott af því. Já, það segirðu satt. En ég vissi ekki að hann væri með svona slæmar tennur. Aldrei hef ég fengið tannpínu og borðaði nú mikið af sætum kökum og alls konar nammi. Já, Háliði minn, en þú passar nú líka að hirða tennurnar þínar vel. Já, það geri ég. En hérna er Lína. Hvernig var þetta með kökusneiðina sem ég átti að fá fyrir sönginn? Lilli mikið steinglemdi því öllum náttúrunum hjá Mikka. Já, hún á nú að vera í einhvers staðar. Ég tróði henni hérna innan mig til að hafa í nesti á heimleiðinni. Æ, það er nú ekki mikið eftir á henni. Hlaufi gat ég verið. Það er allt í lagi, Lína. Ég var bara farin að hlakka til að fá tertusneið. Það er orðið ansi langt síðan að ég fengið góða köku. Heyrðu Lilli, ég er með góða hugmynd til að bjarga þessu öllu saman. Þú ferð bara til Héraðsbjörns bakara og skilar til hans kveðju frá mér og segðu honum að láta þig hafa allar þær kökur sem þig langar í. Og síðan kem ég og borga honum því að ég á sko heilan fjársjóð af kökupeningum. Það? Jæja, en ég ætla nú samt að æfa mig aðeins og syngja þér einu sinni á leiðinni.
tekið öll vel eftir. Nú ætla ég að vekja nokkra gleðingja sem liggur hérna einhvers staðar og sofa eins og venjulega því þau voru komið hundleið á nýju vinnunni og fóru því bara aftur að stunda gamlu vinnuna og gerðist útilegumenn í Hálsárskógi. En þeir var nú ekki friðlega lengi leið til meðan ég stjórna hér. Ó nei, Nías, nú blásur til orustu. 1, 16, 33, 8, dundurinn! Hvaða hávaði er þetta? Það er aldrei svefnur hér í þessum skógi. Hætti þessum látum, ég er búin að sofa í friði. Það er ekki okkur að kenna. Þessi dýr hér í þessum villidýra skógi séu alltaf að slást og rífast. Já, svei mér þá. Ég hélt að eyrum myndu fjúka mér fyrir svona skrattan sáfa þá. Já, það er gamla sagan. Hvergi friðið, alltaf einhver að blása og garga. Ég hef alltaf sagt og segir það aftur. En einu sinni hafið þið aldrei átt að spróka og garga um bæinn. Æ, þegiðu. Ég man ekki betur að einu sinni þú sittur fara. Já, þú varst svona hundleiður á þessu sýstu dútti þínu. Nei, það varst þú sem ætti fara. Þú varst hundleið á rausinu í Soffíu frænku og vildir skilja við hana. Já, það varst þú sem sagði að hann væri svona frekjudallinn sem vakti þig eldsnemma og á hverju morgni og rak þig ekki í vinnuna. Nei, það var ekkert að gera. Það kviknaði aldrei í og þegar ekki kviknar í, það er heldur ekkert að gera. Svo er líka miklu skemmtilegra að vera með ykkur. Hætti þessu frasi, ég er svangur. Mér langar í vínarbrauð. Þau eru öll búin. Þú ert löngu búin með allar byrnar sem þú stáðist daginn sem hætti í bakaríinu. Já, það varst þú sem mannaði mig til að hætta að koma með ykkur. Og ég sem hafði það svo gott. Allt og nóg að éta. Nýbakar jólakökur, kleinur og vínarbrauð. Hættu, ég vil ekki heyra þetta. Ég er með hugmynd. Förum að ræða öllum kökunum og brauðunum hjá hana. Æ, hvað heitir hann aftur? Hérastugur bakari. Já, einmitt. Hérastugur bakari. Það líst mér vel á. Það hefur maður eitthvað að gera. Já, það er góð hugmynd hjá þér, Jesper. Nú, já. Þá þurfum bara kafar og poka til að láta kökunar í. Svona nú, allir samtaka nú. Þá Er það ákveðið? Hvar er húfan mín, hvar er hempan mín, hvar er franska gamla fjörugatan flautan mín, hvar er úrið mitt, hvar er þetta og hitt, hvar er bláa síta tegundin og beltið mitt, ég er viss að það var hér allt í gær. Sérðu þvottaskál, sérðu þráð og ná, sérðu hnífinn, sérðu diskinn og með drykkjarmá, sérðu þvottana og seglast bóttana, sérðu heftið sem ég las loftið tóttana, ég er viss að það var hér allt í gær. Hvar er peysan blá, hvar er hringjan smá, hvar er prínsinn sem ég stakk í mína stóru tá, ég er viss að það var hér allt í gær. Hvar er hárgreiðan, hvar er eldspýtan, hvar er Kasper, hvar er Jasper, hvar er Jónatan, þetta er ljótt að sjá, allt að leita mann, hvar er kertið sem við erðum henni ömmu frá, ég er viss að það var hér allt í gær. Jæja, eru þú allir tilbúinir? Nei, ég finn hvergi hattinn minn. það er ekki von, því ljónið át hann í gær. Ó, það er bara... Ó, þetta sem var einu sinni sparihattinn minn. Hafðu ekki áhyggjur, ég skal reyna hattaræfli fyrir þig. Vertu glaður að halda höfðinu. Ég hef sóttunum mín ekki með svona skítugir þannig árið. Það er ljónið, beika með stórutanna. Það var ég bara með einn fót í dag. Vertu beina þetta var svona sparihattur, því hann er svona hauslaus núna. Já, það er bara svona hauslaus bakari. Ég geti tekið
Já, en það sagði einhver. Nei. Já, en það er einhver að njóta okkur. Það er einhver hér. Já, og er að villa fyrir okkur. Við erum þá viltir. Já. Fyrir það sér það já og nei. Segir það ekki. Það er einhver þá að njósta okkur. Já, en hver getur það verið? Við höfum engan hitt hér í þessum skógi, svo það ætti enginn að vita okkur. En það er samt einhver að elta okkur. Nú veit ég hvað við gerum. Við sjúum ljóninu á þessa njóstana. Þá þurfum við ekki að gefa það borða næstu daga. Já, það skulum við gera. Alltaf þú jafn úrræðugur þessu ljón, göttina, úrræðbíta, matur. Já, komdu bara til Dóri. Þú meinar mig. Hættu þessu bæli. Við karlmannabæ látum ekki leika á okkur aftur. Já, gott sér.
Láttu þetta hafa ykkur óþvegið þegar það sko skilið. Elsku Soffía mín, ég elska þig svo heitt. Fyrirgefðu mér. Fyrst og sveið, snertu mig ekki með þessum skítuðu kröflum. Fyrst sjá skítinn á ykkur og ruslið í kringum ykkur. Þetta lítið skárra en í gamla ræningabænum ykkar. Ég man nú enn hvernig það leit út eftir að þið rændu mig hér árið. Já, fussum seg, mig furðar þetta rót. Í hverju skoti skúm og rík og skran og rusl og dót. En Jesper skal nú skítinn þvo og skrópa óróna. Og hann má því næst hlaupa út að hjálpa Jónatan. En Kasper brenni kurlaskal og kynda eldinn vel. Með heitu vatni hafa nóg ég hendur betra te. Því Jesper bæð og Jónatan sem ég ímaði rek. Og vilja þeir að vatnið í með valdið þá ég tek. Því andlit þeirra eru svört já eins og moldarflag. Það kraftaverk að kalla má að koma þeim í lag. Ef sá það ekki segi næld ég sambandi mér fær. Og skrapa þá og skúra fast ég skítinn burt ég nær. Þið sóðið allt og svínið út og svínslið sí og æ. Ég kenndi ykkur kurteisi í Kardimommubæ. Og heim þið skuluð halda nú og hlýðið þetta sinn. Já, beina röð, já, beint áfram, nú batnar hagur minn. Ég er að deyja. Ég vil ekki deyja. Ég er búin að þráma fram og til baka um skóginn. Ég leita þessu ljótu kerlingu sem gaf mér piparkökurnar. Er það ég sem er þessi ljóta kerling? Mikki refur. Ha? Já, einmitt þú. Loksins fann ég þig subbandi. Hvað slettur eiginlega í piparkökurnar? Það er naumast að það er eitthvað þitt tippið. Vertu bara rólegur, góði. Ég kynni þessu öll í lag. Já, kynntið í lag og ég dey. Fjótó! Slappaðu af. Heyrðu Soffía frænka, kannski þú aðstoðar mig við þetta. Ég legg í tannlækninn og þú klínikdömu. Já, alveg sjálfsagt, kæra Lína. Ha, ha, ha. Það verður sko fjör. Hvað? Soffía frænka? Kardimommubæ hér? Nei. Ég er orðin alveg rugluð. Er ég bara svo offsjónir eða? Nei, hvað þú sætt minkirur? Ég er sætt og blessaður. Sætt mikið, það er gaman að hitta þig. Ég beið eftir í mörg ár. Jónatan, ert þú hér? Hvað er nú skeð? Jesper, Kasper og Jónatan og Soffía frænka hér. Heyrðu mig, eru þið ekki að villast eitthvað? Nei, við erum bara í smá ferðalagi. Nei, ég meina, er þið ekki stödd í vitlausu leikriti? Já, það múi segja það, en svona, ekkert raus og mark. Við erum öll stödd í vitlausu leikriti. Opnaðu þau skoltimyrkinu, ég ætla að draga upp þér tennurnar. Ha? Takk fyrir tennurnar? Já, varstu ekki að kvarta um tappinu? Jú, en að taka mér tennurnar? Nei, þá er ég betur komin dauður. Jesper, Kasper og Jónatan, takk handa á föstu. Nei! Ekki hafa sleppa. Ekki hérna, svona, já. Ég nú Jesper og kenna á þig. Hvað sérðu núna, Baktusbróðir? Ég sé stóran ljótan naglbít og úr út okkur. Þessi ljóta skessa sem kom okkur fyrir hér ætlar að draga tennurnar á rafnum og eyðileggja fyrir okkur nýju húsin okkar. Við verðum að stöðva hana. Kæra
ekki taka tennurnar. Kallaðu líka Baktusbróðir. Kæra landslögur, ekki taka tennurnar. Kæra landslögur, ekki taka tennurnar. Alla baktería, ransía, póka, Coca-Cola, bispi, oddari, hopp og hí og hraðari! Hvað ertu, Karius? Ég sé ekkert. Ég er hér. Æ, hvað gerðist eiginlega? Hann Óni og við aftur aldrei heimilislausir. Hvað verður okkur? Hættu þessu væli, Baktusbróðir, annars er ég líka að skæla. Hvernig hafið þið það svo vesalingina mínir? Hvað gerðist þér og hvar erum við? Sérðu, Karius, við höfum stækkað. Já, ég galdra eitthvað út af kjaftinum á Refnu og við það stækkuðu þig. Ósköp einfalt mál. Hvaða nöflar eru þetta eiginlega? Ég er aldrei séð það eins. Ég er hræddur, Karius. Svona, Baktusbróðir. Já, Soffía frænka. Mér sýnist að þeim veit ekki að smá slotti. Já, við erum bara hátíð með þá. Já, svei mér þá, ég hef nú aldrei séð áður aðeins ykkur sjáum hárið. Látið þá vera, ykkur best að gera grín að öðrum. Og hausinn á mér og tennurnar mínar allar horfnar. Nei, það er allir sér stað. Og tannir horfin. Ó, þakkar, elsku kæra hjartaslína mín. Hverjir eru þetta? Nú, hvað? Þekkir það ekki? Nei, ég hef aldrei séð þá áður. Nei, þetta er kampinæn. Vampíran mín? Nei, hættu nú alveg. Nei, alveg satt. Ég galdraði það út úr kjaftinum á þér. Kjaftinum á mér. Ok, ég sem er stóran kjaft, þá er útilokað að þú tvær hurðuverur gæti rúmast þar fyrir innan. Jæja, en úr því að ég var annað borð að galdra það út úr kjaftinum á þér, það var bara alveg eins gott að gera það síðlega, svo vil ég þá snakka við leiðinni. En segðu mér hérna, hvað kom með þessar fígurur? Var tunglun eða Mars? Nú, hvað? Þekkið það ekki? Þið eruð eftir sama hugmynd og þeim og ég er viss að það hefur öll fengið að finna fyrir þeim einhvern tímann. Ég alveg hverju þetta eru. Nei, þú þarna? Já, ég er búin að liggja þér að gæjum allan tíman svo ég get alveg sagt ykkur hverju þetta eru. Láttu þetta koma. Þetta eru bræðurnir Karius og Baktus. Ó, já. Nei, stopp. Það er ég sem ræð hér. Já, hlusti á Línu. Hún veit hvað hún syngur. Rétt hjá þér, Lilli. Ég kæri mig ekkert við að hafa þessar lúsapístir hér fyrir innan okkur heiðarlegum dýrin í hálfskóðinu. Svona, burt með þau. Láttu þá vera, Mikki. Þú ræður ekki hér. Þú ert ekki heima þar. Þetta er ekki hálsaskógur. Ekki hálfskóðinu? Jú, víst. Á, nei, líka þangað. Hvað, sérðu? Hvað? Bara allt fullt af krökkum? Hvað eru þið að gera hér? Sérðu, Karius? Allt fullt af sætum munnum og tönnum til að höfði. Uss, ekki tala um háttbröð. Stilltu þau. Sérðu þessa þarna? Mér langar í hana. Uss, ekki brot. Stilltu þau nú. Já, nú hef ég sko aldeilis rugglað eftir rifinu. Já, ég hef sko kallað eitthvað laglega upp á skónum. Þetta er sko eftir planum. Allt í plati. Heyrðu Lína, ég held þú verður að útskýra þetta nánar fyrir okkur. Ég botna hvorki upp né niður í þessu. Nei, það er ekki voninu minn. Jæja, þá er best að ég segi ykkur alveg eins og er. Þetta æxlaðist þannig að ég var fengin þetta leikrit hjá Astrid Lindgren, höfund sögunnar, og tók mér það bessaleyfi að kalla ykkur hingað, mig til aðstoð með að skemmta þessum krökkum hér og fyrst er einu sinni uppáhalds persónurnar mínar og mér hefur lengi
í veröldunum erum þá stödd? Já, það er nú það. Þið verða að finna því sjálf, annars ætlið þið aldrei heim til ykkar aftur. Nei, heyrðu mig líka. Ég get ekki farið að burðast með þessa besalinga á bakinu ár eftir ár og finna kannski aldrei kallmjónbæ. Það verður allt í lagi með okkur. Við þurfum ekki að fara neitt. Hér er nóg að starfa. Allt fullt af sætum munnum og tönnum til að höfða í. Og ég get ekki beðið. Ó nei, Baldur, þið bræðið látið þess að krakka í frið. Ég er búin að ákveða hvað ég ætla að gera við ykkur. Ég ætla að pakka ykkur saman í gát og senda ykkur á betrunarhæli fyrir tannleysinga. Það fóðu þið nóg af sér og bóttarbrauði. Er það nú alveg víst? Já, ég sé mínu menn. Þið getur treyst því. Stopp, ég er búin að finna út hvar við erum. Já, og hvar eru þá og hvernig komstu heim? Við erum stödd á Íslandi, í bæ sem heitir Varmahlíð. Skoð þig, Lilli. Margra knáp þótt hann smár. Jæja, kæru dýr og aðrir vandamenn. Fyrst við hafum nú fengið botn í þennan allsherjar hrærigraut sem við hefum sullað saman að meistaralist, þá finnst mér tími til að kveðja hér í bili. En áður en ég galdur ykkur áleiðis heim, þá finnst mér að við ætlum að syngja öll vináttusökin sem ég veit þið kunni öll svo vel. Við ætlum að fyrsta, annan, þriðja, fjórða og fimmta bekk til að hjálpa okkur. Samtaka nú! 1, 5,
Helga Rós, leikstjórn.